jólin tími gleði og eftirvæntingar. Hver fjölskylda heldur í sínar hefðir þegar kemur á jólum og aðventu. Þetta tími hefða og minninga. Það fylgir því raunveruleg sorg þegar við fáum ekki að halda jólin með þeim venjum og siðum sem okkur þykir svo vænt og geta ekki umháð okkur með stórfjölskyldu og vinum. En fyrir marga verður þetta í ofanálag fyrstu jólin eftir áfall eða missi, til dæmis atvinnumissi, skilnað eða fyrstu jólin eftir andlát náins ástvinar. Fyrir þau verða þessi jól því ekki með hefðbundum hætti og minningarnar og hefðirnar sem oftast hafa ylja á þessum ástíma kalla nú fram kvíða, sorg og söknuð. Hugur okkar hjá þeim sem hafa orðið fyrir sára missi, sérstaklega þessum undarlega COVID-tímabili. Þau sem hafa jafnvel ekki fengið að kveðja ástvin sinn með hefðbundum hætti vegna takmarkana sem okkur hafa verið settar á nánd og samskipti. Það eru margir sem eru félagslega einangraðir og einmanna og upplifa sig líka einangruð með sorg sína. Það mikilvægt að vera meðvituð þann fórnarkostnað og þær tilfinningar sem mörg þau sem hafa upplifað missi í faraldrinum sitja eftir með. Fyrstu jól eftir missi eru erfið. Sérstaklega þegar það ekki í boði að njóta hefðana og samverunar sem hugga og gleðja. Það mikilvægt að hlúa að sjálfum sér og öðrum með því að finna nýja leiðir til að sýna samstöðu og umhyggju. Ein góð vinkona lýsti því fyrir mér þeirri ögurstundu þegar hún ákvað að það væri komin tími til að setja mörk gagnvart jólabóðum. Hún var rétt skriðin yfir tvítugt, stórfjölskyldan nokkuð samsett eins og gengur og gerist og jóladagur handan við hornið. Dagan á undan hafði hún átt nokkur samtöl við umhyggjusama ættingja og tengdafólk sem vildi endilega fá hana í sitt jólabóð. Ætlið ekki örugglega kíkja til okkar? Það væri voða gaman að sjá ykkur, bara í smá stund. Allt saman sprottið af umhyggju og kærleika, en spennan óx og óx innan í ungu konunni sem þurfti að púsla saman flóknari jóladegi. Ekki vildi hún bregðast þessu fólki sem henni þótti svo ósköp væntum á móti. Jóladagur gekk í garð, skipulagður eins og metnaðarfullt bankarán, en tókst þó ekki betur en svo að hún brotnaði saman upp á Hellisheiði í lélegu skygni með kvíðahnút í maganum og samviskubit gagnvart hinum ýmsu fjölskyldumeðlimum og áhyggjufullan kærasta á kantinum. Þetta voru ekki jólin sem hún hafði óskað sér eða þurfti á að halda. Á þessari aðventu, þegar svo margir að syrgja það að fá ekki að halda jólin sín eins og þau þrá með öllum skemmtilegu boðunum og jólaböllunum, getur verið að þú finnir bara fyrir heilmiklum létti. Ertu jafnvel bara með samviskubit yfir því? Kannski sérðu fram á frítíma sem annars hefði farið í eldhússtörf eða þeyting á milli staða með tilheyrandi stressi. Kannski þarftu ekki að svara spurningum í ár á borð við þeir ekki að koma lítið kríli? Já, ertu ennþá atvinnulaus? Engin kærasta í ár? Kannski þarftu jafnvel ekki að hitta ættingja sem hafa komið illa fram við þig, en tilheyra samt stórfjölskyldunni. Eru þessi undarlegu jól tækifærið sem gerir þér loksins kleift að draga mörk fyrir þig sjálfa eða sjálfan sem þú hefðir átt að vera búin að draga fyrir löngu síðan? Það eru nefnilega ekkert allar hefðir til góðs.